Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum komin núna yfir í körfuboltan og á línuna komin fyrirliði, já, fyrstdeildarliðs Hamars í körfuboltan, Halldór Gunnar Jónsson, komdu blessa og sætlum ekki? Já, sæll og bless. Hvernig hitti ég á þig? Það þokkalega. Þú ert ennþá vakandi? Já. Já, það gott og þú haldir þig vakandi. Er það ekki bara því að mánudagskvöld og sportþátturinn í gangi? Jú, það bara svo leys. Já, engin spurning. Herðu, svona rétt áður en ég fer yfir í körfuboltan umræðu með þér. Já, það er ekki allir sem vita það. Þú ert náttúrulega líka alltaf í rallyinu. Jú, ég er í 10 svona á til. Já, og já, þú varst aðeins að keppa í sumar, eða ekki? Jú, ég fór í 2 keppnir í sumar. Já, og hvernig gekk þér þar? Það gekk ágætlega svo sem. Ég stutt út úr einni keppni og kláruði með einni keppni, þannig að það var svona alltaf leið. Já. En hvernig fannst þér svona stemningin yfir höfuð í sumar í, já, mótinu, svona mótaröðunum í rallíinu? Hún var nokkuð góð, þannig að það var ekki mikið bílum að taka þátt, en þeir sem voru að mæta voru að standa sig vel og keyra hratt, en það hefði mátt vera fleiri bílar. Já, nákvæmlega. Það voru fyrst 12, 13, 14 bílar í hverju rally fyrir sig og það er, við viljum hafa þetta í kringu 20 bíla yfirleitt, þannig að það mætti vera fleiri bílar. Já, það má ekki bara mæta þarna næsta sumar með Nissan Almera? Jú, að gera, en ég veit ekki hversu þú fer langt á henni samt, en... Já, ég munna að þá erum maður allan að skráða til leiks. Já, nákvæmlega, það er meira... Er það ekki einmitt íþróttahugurinn að vera með? Jú, það er að vera með, það er líka svo leys. Já, nákvæmlega. Herðu, það er nú heldur betur, já, stórslagur eða Suðurlandsskjálfti núna á fimmtudaginn. Já, það er stórleikur á fimmtudaginn þegar FSU kemur í heimsókn í Kristikistuna og það verður stemming þá, það er engin spurning. Já, FSU er búin að vinna 1 leik og tapa einum og þið eru með fullt úr stiga? Já, þetta er fyrsti heimaleikurinn okkur, við erum ekki heimaleik, við erum búin með 2 útileiki á móti Val í fyrstu umferð og við hyggstum reyndar aðeins í þeim leik en við unnum að samt og svo voru að spila Blikana í Kópavoginum síðastliðinn föstudag og unnum þann leik svona nokkuð samfærandi. Þannig að við lítum þokkal út en við getum gert mun betur en við höfum verið að gera þá sem við unnum þessa fyrstu 2 leiki. Já. En liði hjá okkur í ár, já það er nú smá breyting frá í síðustu leiktíð? Já, liðið er nú svolítið breytt frá síðustu leiktíð, þannig að komið nýr þjálfari og Bragi hætti sem þjálfari og Ari tók við og hann er ekki spilandi þjálfari eins og hefur verið undanfarna ári í karlakörunni í hverju gerði, nú er ekki spilandi þjálfari og það er ég held að það sé líka ágætt að prófa það og Ari er að koma svolítið skemmtilega nýja hluti inn í þetta og það er líka komin nokkuð sterkir leikmenn, þannig að fengu Þorsteinn Gullings frá Breiðablik og Örn Sig byrjaði aftur og svo fengu Kristín frá Val og strák sem er úr Borgarnesi, hann er á Laugavatni, Hjalti heitir hann. Þannig að og svo er ekkert veist fyrir það skotið að séu kannski ykkur fleiri leikmenn í leiðinni en það gæti farið svo. Já. En þið byrjið tímabilið hins vegar nokkuð vel og já, byrjaði undirbúningur kannski svolítið snemma hjá okkur eða hvernig stendur að þið komið svona tilbúinir í leiktíðina? Við kannski bara reynsla í hópnu, það er hann eldri og reyndari menn í liðinu núna, við blandum náttúrulega yngri leikmenn líka en við byrjuðum þetta raunverulega ekki fyrir en bara í seinni partinn í júlí sko. Þannig að við mestlum með helgina. Já. Þá fór það nú alveg á fullt sko. Þannig að það hefur gengið bara mjög vel, æfingarnar og annað og við náðum að stilla okkur vel bara fyrir mótið en við erum ennþá eftir að við erum ennþá alveg fullt inni sko. Það er nú bara þannig. Já. En já, þið mæti núna FSU á fimmtudaginn og já, það lið byrjaði heldur betur já, sem sagt, undirbúningi sinns snemma? Já, þeir með að eiga það FSU strákarnir, þeir byrja alltaf að æfa alltaf allt sumar eins og geðsjúklingar og er alltaf í toppformi og þeir með góðan þjálfara og vel skipulagt lið og allt það sko, en þeir eru að mæta grimmir á fimmtudaginn, ég gerir ráð fyrir því, þannig að við verðum að vera tilbúinir undir það og við verðum tilbúinir, það er engin spurning. En svona með hvernig fyrstdeild karla fer af stað og já, undirbúningstímabil, hvaða lið telur svona líklegust þetta verður sennilega eða ekki svona litið jafnari deildheldur en í fyrra? Jú, hún gæti alveg orðið það sko. Það veit ekki alveg hvaða lið verða hann að berjast með okkur á toppnum. Það er svona Valsarnir, FSU kannski, maður bjóst nú við KFÍ kannski, þeir eru búin að tapa fyrstu 3 leikjunum sínum. Og ég held að þeir eru nú aðeins sterkari en
Þeir eru nú eins og búin að tapa þessu 3 og Hattarmenn er búin að vinna sína 3 leiki, búin að spila 2 í KFÍ, spiluðu í Sýringarni 2 helgina. Þannig að þeir eru reyndar eins og með 6 stig eftir 3 leiki og en ég held að Valsararnir gætu verið sterkir, FSV verða sterkir, svo veit maður ekki með Skagann. Þeir töpuðu fyrir Blikunum í fyrstu umferð, Blikarnir gætu líka verið ágætir. Þannig að við verðum klárlega í toppum, það er spurning hverju verða móður granna. En nú er þetta aðeins 8 liða deild, er það full lítið eða? Já, það verður skemmtilegast að hafa þetta 10 liða deild sko. En það verður spilið 3 umferð, það fyrst þetta er 8 liða deild sko. Já. Það er ekki spilið 2 umferð eins og hefur verið, það þýttir 8 lið, það verður 21 leikur á lið. Þannig að það er bara gaman að því. Já, nákvæmlega. Fyrsta sæti fyrir beint upp og svo fara sæti 2-5 í úrslitakeppnina. Þannig að það er nóg að taka á þessu tímabili, en svona stemningin í Hveragerði, hvernig er hún svona búin að vera, svona í byrjun tímabils? Hún er búin að vera mjög góð, það er búið að vera alveg þokkalega vel mætt hjá okkur á fyrstu 2 útileikina, eins og ég segi, við menn þá að spila heimileik sem er náttúrulega fyrsta heimileikun á 5. og vonar að Hveragerði einhver hamast með Fjölmenn á þann leik. Við erum nú búin að eins og við vinna þessa fyrstu 2 leiki og það var mætt svona. Mætingin hefur verið alveg í fínu lagi og það er bara vonandi að fólk Fjölmenni og menn fara ná að fylla fyrstu kistuna, það er komið tími til. En aðeins að Dominos-deild kvenna, þar eru mitt 8 lið og Hamar er að spila þar. Þær eru náttúrulega urðu fyrir svolítið blóðtöku í mannskap fyrir leiktíðina. Já, það er náttúrulega þeirra lið er alveg gríðarlega mikið breytt hjá stelpunum fyrir þessa leiktíð sko. Og þar eru rosalega ungar stelpur sem verða að fara að koma þarna svolítið sterkar inn og fara að spila stærra hlutverk en hafa gert síðustu ár. Já, það eru stelpur að spila þarna kannski 20-25 mínútur sem hafa allar fengið mínútur kannski í síðustu 2 tímabili eða eitthvað. Og það er náttúrulega bara reynsla fyrir þær að fá tækifæri Dominos-deildin núna og þær er alveg eftir að býta frá sér, ég held að það sé ekki spurning, en það náttúrulega hafa mist alveg rosalega mikið frá síðustu leiktíð. Náttúrulega Íris er náttúrulega ófrísk og það náttúrulega mjög mikill vissir fyrir stelpunar að hafa mist hana og svo Fanny fór í Val og Marín fór í Keflavík og Dagný fór út í skóla og þannig að þetta er allt stelpur sem voru að spila 25-30 mínútur hver einasta leik, jafnvel meira, og það komu náttúrulega einhverja stelpur en ekki nóga margar til að fylla upp í þessi skörð sko. Nei. En þær hafa hins vegar hæfileikana til þarna og Hallgrímur er náttúrulega töframaður þegar kemur að þjálfun. Já, Halli kann þetta allt saman, hann áttur að kreista allt út úr þessu stelpur sem hann getur og það er, eins og ég sagði á hann, það er alveg eftir að býta frá sig, þetta er náttúrulega bara rétt að byrja og það Halli áttur að gera góða hluti með þær, ég held að þær mun ekki falla sko, eins og þeim er spáð, ég held að það verði ekki þannig. Já. En svona, ef þú lítur aðeins yfir Dominos-deild kvenna svona stutt að, hvaða lið heldur að verði svona að berjast titilinn þessa leiktíð? Ég held að Snæfell Keflavík, ég held að, og svo spurning hvort að Haukarnir verði það, en ég held að það verði Snæfell Keflavík sem myndi berjast titilinn endanum. Já, og Keflavík hafa náttúrulega hana Marín, þannig að það verður Keflavík að þig ekki? Maður veit það ekki sko, þær eru náttúrulega mjög gott lið sko, þær hafa fengið fleiri stelpur í Marínu, það fengið eitthvað stelpur á Val líka sem mann ekki alveg hvað heitir. Og heldur svona sínum stæðstu kjarna held ég. En við Sunnlendingar, við höldum alltaf með Sunnlendingum. Jó, við skulum hafa það þannig. En maður heldur náttúrulega aldrei með Keflavík, maður náttúrulega aldrei að segja frá því sko. Nei. En það er alveg mikið það er margir sem er á því. Aðeins að Dominos-deild karla, það sagðu allir fyrir tímabilið og menn eru svolítið hræddir við það að þetta verði eitt lið bara á toppnum frá upphaf til enda með við mannskap og fleira. Og það eru káringarnir? Já, ég er alveg sammála því, þeir náttúrulega eru mjög vel mannaðir og til því sem búið að vera lengi saman og þeir eru landslistrákar eins og Brynjar og Helgi og Pavel, þeir eru allt strákar sem hafa verið í landslistæknum og í landsliðinu en þeir eru með samt ekkert, þeir eru kannski ekkert með rosalega breiðan hóp sko, þannig að það má ekkert mikið út að bregða hjá þeim en þeir eru náttúrulega með langsterkasta hópinn og það er náttúrulega spáð því allir að þeir verði mistarar og maður spáð því náttúrulega bara sjálfur líka. Já, og svo eru fleiri ungir pjakkar þarna sem eru bara alveg með þvílíka hæfileika. Já, það er eitt strákur hjá þeim, hann Björn Kristjáns sem kom til þeirra frá Breiðabliki, ég held að hann verið að veinsla samningi frá KR í fyrra í Breiðabliki. Hann er búin að vera að fá mínútur núna, því Pavel meiddist líka og það er point guard strákur sem hefur verið að standa sem mjög vel með KR-inu upphafi og hann er búin að vera með nokkuð flotta tölur. Þannig að þeir eiga alveg unga strákarnir í Vesturbænum líka. Svo verða nokkuð liðarnir svo Haukar og Tindastól
þau líta svolítið vel út. Það eru til lið sem verður gaman að fylgjast með í vetur. Já, Tindastóll, já þið fengu svolítið reynsla þeim í fyrra og já, þeir eru bara komnir í fullri alvöru hérna núna í dómaradeildina. Já, þeir náttúrulega þegar þeir fjallu þarna í hitti fyrra, það var náttúrulega hálfgerð slys fyrir þá og það, maður sagði það náttúrulega bara í fyrra þegar þeir voru í fyrstu deildinni. Þeir voru alltaf gott lið til að vera í fyrstu deildi fyrra, sko. Já. En það sýndu þeir það, þeir voru náttúrulega langbestir. Og svo styrktu þeir sig núna í sumar og eru bara að gera flotta hluti. Já, náttúrulega. Svo Þór Þorlákshöfn, já, maður náttúrulega veit aldrei við hverjum að búast frá þeim því að það eru rosa leikmenn hérna, já, blandi svona mikið ungt á etnilegt lið en svo eru þarna einn og einn reynslubolti þarna inn í liðinu. Já, það er liðin að spenna er náttúrulega alltaf í toppformi og pressa allan völl og eru spila vilt góða varnarleik og ég held að Þorlákshöfn gætur, þeir fara nú inn í úrslitakeppnina, þannig einhver er að tala um það og þeir mánu spá held í 9. eða 10. sæti. Ég held þeir verða ofan af það, ég segi þeir verði í svona 7. 7. held ég held að þannig ná að krysta það út í. Og nýr ölfusingur eða hverginningur sem er úr Hamri komin hérna inn sem... Já, Oddur Ólafs, hann er að spila með Þór, fór til þeirra núna frá Val, var með Val í fyrra og hann er flottur strákurinn og hann áttur hjálpa þeim í vetur, það er ekki spurning. Já, nákvæmlega. Herðu, en þá að aðal leikjana, það er fyrstil karla á fimmtudaginn, það er Hamar FSU í frystikistunni. Í frystikistunni á 19:15 og það er bara allir að fjölmina og það er bara, ég held engin svikin að mæta þennan leik, þessi leiki voru svakalegri fyrra. Alveg bara og þetta er bara svona drauma körfuboltaleikir allan að miði fyrra, þá var þetta svona ekta fyrir áhorfandan. Já, þetta voru rosaleikir fyrirleikurinn í frystikistunni fyrra, hann fór í framleikingu sem við unnum og svo unnum líka leikin í á dramatískan hátt, þannig að þeir er alltaf að kvitta fyrir það öruglega FSU-strákarnir en við erum tilbúinir, engin spurning. En svona í lokin þá hvetjum við náttúrulega alltaf til þess að mæta á leikin og það er náttúrulega alltaf stemning í Hveragerði? Já, það er alltaf dundur stemning og það verður flott stemning á fimmtudaginn, ég get lofað því. Og já, svo er það svolítið skemmtilegt að þið eru byrjað að sýna frá öllum leikjum, Hamar TV. Já, Hamar TV, það byrjaði aðeins í fyrra og sýnt frá alveg fullt af leikjum og og það hefur verið að leggja svolítið vinn í þetta núna og það á að sýna frá öllum leikjum í vetur líka. Þeir eru að gera flotta hluti Daði og Ívar, þeir eru svolítið með þetta. Já. Ásamt Lalla formann eitthvað líka en þeir eru að svolítið sjá þetta og það er bara glæsilegt. Framtakið þeim. Lalli er náttúrulega bara út um allt. Já, hann er náttúrulega út um allt, þetta er náttúrulega algjör snillingur þessi drengur. Það er bara svoleiðis. Já, nákvæmlega. Halldór Stefán, svona, já, Halldór Gunnar afsakið, er það eitthvað svona í lokin sem við erum að gleyma núna að fara í gegnum? Nei, ég held ekki, sko. Ekki nema bara að fólk fjölmenn á leikinn á fimmtudaginn, allir Sjónlendingar og Hamarsmenn og Selfyssingar. Þetta verður, ég get lofað því að þetta verður alveg toppleikur á fimmtudaginn, ég get lofað því. Og þið, já, ef þú kemur með yfirlýsingu fyrir hverginninga, þið náttúrulega vinnið þennan leik, eða ekki? Jú, klárlega, það er við ætlum okkur fyrsta sæti í þessari deild og þá ætlum við að vinna náttúrulega fyrsta leikinn eða er alla, þannig að hljótu við ætlum að vinna leikinn og alla sem við förum í, það er bara þannig. Já, nákvæmlega. Erlendi leikmaður sem þið eru með, já, hann lofa góðu það ekki? Já, það er strákur sem við fengur núna, hann er búinn að vera hjá okkur núna í rúman mánuð, Julian Nelson heitir hann og hann er að koma úr háskóla og hann á alveg náttúrulega margt ólægt líka en hann hefur smállið vel inn í þetta og er líka bara flott upp á svona hópinn, þetta er ekki það eru misjafnir þessi bandaríkjamenn sem koma það er bara þannig, en þetta er flottur strákur. Það er hjálpa okkur mikið í vetur. Já. Síðasta spurning fyrir þá sem ekki vita með hvaða liði helduru í NBA-deildinni? NBA, það er ég leikismaður þar. Þú ert leikismaður? Já. Og ertu með einhverja væntingar fyrir þetta tímabil til leikars? Nei, maður voða rólegur í því, sko. Já, náttúrulega bara njóta þess þegar Kobe Bryant er ennþá að spila? Já, það er hann náttúrulega alveg ótrúlega drengur, sko. Þannig að það verður bara gaman að horfa á hann í vetur. Já. Og vonandi að meðist ekki eftir. Nei, nákvæmlega. Halldór Gunnar, þakka kærlega fyrir og minnum enn og aftur að fjölmenna á leikinn á fimmtudaginn og fjölmenna á alla leiki heimaleiki sem verða í vetur. Já, og sama hvort sem þú ert hvergerðingur eða ekki. Nei, það er bara fjölmenna á alla leiki og fjölmenni í Þorlákshöfn og fjölmenna í Iðu og í Hveragerði í frystikistuna og kalla á kannaleikina þar og
bara fjölmenn á þessa leiki að gera og svo líka vil ég minna fólk á hamarsport.is, það svo síða hjá okkur aðeins að lifna við. Já. Það að gera flotta hluti þar strákandir, þannig að hún aðeins verið að taka hana í gegn og að koma svona reglulega fréttir inn á hana, hamarsport.is. Hamarsport.is, hvetjum alla til að kíkja þangað og svo náttúrulega útileikur hjá kvennaliðinu á miðvikudaginn gegn sterku liði Hauka. Já, það það verður erfiður leikur hjá þeim, en það munu leggja sig fram og vonandi munu að uppskera á miðvikudaginn. Já, það nú ekki leiðilegt að fylgjast með Hamarliðinu þennan nýja meistaraflokk sem er að koma þarna upp, þessa ungu stelpur að sjá þær núna spila og já, hæfileikarnir eru rosalegir. Já, það eru alveg hæfileikar og það kom alltaf upp ungar og efnilega stelpur í Hveragerði, það er alveg, við getum lofað því. Já. Halldór Gunnar, þakka þér kærlega fyrir og takk fyrir að hafa trú á Nissan Almera bílnum mínum. Ekki málega myndari, takk fyrir sérlega. Takk sömuleiðis. Já, sportátturinn verður ekki lengri að sinni en ég ætla að minna á viðburði sem eru framöndan. Byrjum á körfuboltanum hérna heima í Dóminusdeild karla núna á fimmtudaginn. Þá er það Stjarnan Grindavík, KR Tindastóll, Njarðvík IR. Þessi leiki korter yfir 7. Svo á föstudaginn er það Þór Þorlákshöfn Keflavík og Haukar Fjölnir. Og þeir leikir hefjast einnig korter yfir 7 á föstudaginn. Svo í Dóminusdeild kvenna það er heil umferð núna á miðvikudaginn. Það er KR Grindavík, Haukar, Hamar og Valur Breiðablik og þessi leikir hefjast korter yfir 7. Nú í fyrst deil karla eins og kom inn á áðan þá var það náttúrulega nágrannslagurinn Hamar FSU á fimmtudaginn korter yfir 7. KFÍ IA eiga svo við á föstudaginn á sama klukkan korter yfir 7 og svo klukkan 7:30 er það Valur Höttur og svo er það leikir á sunnudaginn næstkomandi Þór Akureyri Breiðablik klukkan 4. Og í fyrst deil kvenna þá eru leikir núna í vikunni hún er náttúrulega hafin fyrst deild kvenna og á laugardaginn er það Fjölnir FSU Hrunamenn klukkan 4:30 svo sunnudaginn er KFÍ Stjarnan klukkan 2:30 og svo er náttúrulega aðal deildin í annar deild karla, þar eru miklir höfðingjar frá Hellu sem að mæta Patrek á miðvikudaginn klukkan 7:30. Það er Hekla Patrekur. Svo er það annars Reyni Sandgerði KVF klukkan korter í 7 á fimmtudaginn. Svo sunnudaginn er það Afturelding Íþróttafélag Breiðholts og Álftanes Leiknir Reykjavík klukkan 4:30 og IG Augnablik. Svo er það náttúrulega í nóvember Stálúlur Hrunamenn. Nú í handboltanum þá er náttúrulega næstu leikir núna á fimmtudaginn. Í Framhúsum er Fram Valur klukkan 7:30, Kaplakrika FH Stjarnan. Höllin er það Afturelding HK. Svo laugardaginn er í Austurbergi er það IR Akureyri og í Senikhöllinni Haukar IPVF. Þessi leikir á laugardaginn og í Ólisteild kvenna þá eru leikir heilumferð á laugardaginn klukkan 1:30 eru 2 leikir, einn í Vestmannaeyjum IPVF Selfoss nágrannslagur þar og í Hersvöllin er Grótta Fram og í Austurbergi er IR Valur á sama tíma og svo eru 2 leikir klukkan 2 Digranesvegur HK Haukar og Stjarnan FH í TM höllinni og svo Fylkishöllin er að Fylkir KA Þór og í fyrstu deil karla þá er það Þróttur KR á föstudaginn klukkan 7:30 og í Kaplakrika er IH Selfoss korter yfir 8. Laugardaginn í KA heimilinu er Hamrandi Víkingur. Svo sunnudaginn klukkan 8 er það Mílan Grótta. Svo minnum við að sjálfsögðu á meistaradeild Evrópu sem er í vikunni. Endilega kíkja í Hveragerði á Café Rose og fylgjast með gangi mála og þar er líka enski boltinn og fleira til. Náttúrulega stórleikir framundan. En sportþáttunum verður ekki lengra sinni. Þið getið hlusta á viðtöl úr þætti kvöldsins inn á suðurlandfm.is. Þakka ykkur kærlega fyrir hlustun og hvet ykkur til þess að hlusta í næsta þætti þar sem við höldum áfram að ræðum fimleika og förum nánar í hestamennskuna. Handboltinn verður á sínum stað og sjálfsögðu körfuboltinn og fleira til. Þakka ykkur kærlega fyrir hlustunum í kvöld. Heinust hress og kátt eftir viku.
Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli.